Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldanna rás. Þau eru óp örvæntingar, djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu mínútum munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögrað þér, annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt er víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við efa eða dregið í efa nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur tilbaka í frásögnum Guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nístir að beini, þurr hálsinn, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andardrátt. En eins djúpur og þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá er annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í Guðspjöllunum. Í Mattheusi 27:45 lesum við: En frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjóð Guðs myndi bera sorgir okkar og sársauka. Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur, kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú er óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráð eru í Markusi 15:34-36 sýna skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messíasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín er fjarlæg. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endurspeglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leyfir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplefi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum enduróminn af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun
krossfestinga. En hlustaðu á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er hellt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, bráðnað sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22, 15 og 17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnanlega við kringumstæður dauða Jesú. Tilviljun? Fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesú hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta, því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virt að vettugi neyð hins hjáða og eigi hulið augliti sitt fyrir honum, heldur heyrt hann hrópaði til hans. Sálmur 22, 24. Þetta mynstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Lúkas 22, 42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krists, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 lýkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22, 27. Hróp Jesú á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem byrt hafa augliti hans fyrir yður, svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59, 2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvalla brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveðið stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesú. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði, en meginreglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreisn. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátt milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþægingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður,
jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna, til þess að vér skyldum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum, sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþægingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki. Hróp Jesú, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig, gæti virst gefa í skyn augnablik endanlegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endurómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist lýkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófæddur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22, 31 og 32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprissan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er loforð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrku stundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikann tómu gröfina. Fórn Jesú býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur loforð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesú, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinum. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slökkt.